og það bara þakka mínum gáfum sko, að ég skulle vera lifandi í dag. Svo kærn og sniður. Já, en ég keyrði leigubíl í eitthvað 1 ár, eitthvað svoleiðis, og lenti í ýmsu, skal ég segja þér. Og það var gaman að fá því að segja sko, að skömmu eftir ég byrjaði að keyra sko, að þá var maður svona stressaður sko, svona spenntur og svona, og hérna vildi allt væri perfekt og svona, og vissi ekkert hvernig maður ætti að koma fram við kúnnana og svona. Svo bara því ég búinn að vera að keyra einhvað 3 daga og þetta er svona gengið áfallalaust, þá var ég sendur að húsi í ónefndu húsi í ónefndum bæjarhluta, Reykjavíkur. Ónefndu borg. Í ónefndu borg, já. Og ég hafði alltaf sko spegillinn, og svo óþægilegt spegillinn, skilur, alltaf glápa framan í fólki sem situr í farþegasætinu, sko. Þetta er óþægilegt? Já, það er óþægilegt, já, sem situr í eftirsætinu. Þannig að ég hafði alltaf spegillinn, þú veist, svona, á svona skikt, skilur. Þannig að ég sá umferðin og svona, sá ekki fólkið, sko. Ég sá ekki dökka bakgrunni. Og þá sá fólk þar alveg ekki mig. Og svo kem ég þessu húsi og þá dætti svolítið sjálfræði hug, og það var að bakka bílnum svona upp í staðið. Og ég gerði það, og þetta var sem sagt svona einbýlishús sko. Svo býð ég bara þarna, sett mælinn í gang og svona, og svona. Svo opnast afturdyravörðin og hérna sest kona inn og segir góðan daginn, segi ég ætla að biðja þig að fara í áfengisútsölu. Einhverju áfengisútsölu. Og ég keyri hana í áfengisútsölu. Þá segir hún, heyrðu bílstjóri, ég er að hugsa að biðja þig kannski að fara inn og versla fyrir mig. Já, segi ég og sný mér svona við, og þá kemst ég því að konan er allsber. Hún er gjörsamlega allsnakin fyrir utan svona kallajakka sem hún er með á sér, og hún er ekki í neinu innan undir honum, sko. Hún var ekkert að, það var alveg frá, sko. Hún var ekki að halda honum vernda af utanum sig, neitt svoleiðis. Það var svona hjekk á öxlunum hennar. Að öðru leyti var hún gjörsamlega, hún var ekki einu sinni í nærbuxum, hún var gjörsamlega nakin, sko. Og það var enginn búinn að segja mér frá þessu, sko. Að þú voru búinn að segja mér, já, svo ef þú lendir í þessu, þá bara gerur þetta og svona. Það var enginn búinn að segja mér að það sést allsber konin í bílinn, þá gerur þetta. Þannig að ég bara panikeraði og hérna hún segi, ég bið þig að fara inn fyrir mig. Já, ekki nóg, þegar ég tek ávísunum hennar og fer inn í búð og ávísunin, svo lítið ávísunina, og þá var hún gjörsamlega óskiljanleg, sko. Og ég vissi að hún fengi henni allt í skipt. Þannig að ég kom bara aftur út í bíl og segi þannig, heyrðu, hérna, við getum ekki skipt þessari ávísun, sko. Þið vil ekki taka við henni. Æ, segir hún. Heyrðu, maðurinn minn skrifaði þetta og við erum bara að fara heim og ná í hann. Já, allt í lagi, skilur. Vanur leigubílstjóri var í löngu búinn að, skilur, bara hringja á lögguna eða hendi henni út eða eitthvað, skilur. Ég var bara ég var búinn að vinna í 3 daga, sko. Og þannig ég bruna með hann aftur heim, sko. Og alltaf teka mælirinn, sko. Og hún hleypur inn til sín og svo kemur hún út aftur, alveg jafn allsber, sko, með manninn sinn. Og var hann allsber líka? Nei, hann var hlættur, sko. Og við fyrir að rúnta svona bæinn, sko. Rúnta milli banka og svona og að reyna að ná einhverja peninga, og það er ekki peninga til. Þannig að við endum segir hann, hérna, ég er að vinna hérna í fyrirtæki og þetta, og við förum í þetta fyrirtæki, þar sem hann er að vinna. Og ég sé gegnum svona gler að hann fer þetta inn í þetta fyrirtæki og að afgreiðsluborðinu, og upphefst mikill handagangur í öskjunni, þann inni, sko. Sé ég að fólk fórnar höndum og menn er að rífast eitthvað, og svo sé ég að hann hleypur út bakdyrramegin. En allsberakonan situr alltaf í bílnum með mér. Og ég hérna, það skiptir engum tónu þá, sko. Ég gríp talstöðuna og kalla bara á stöðuna að senda á lögregluna á stað. Og með þess sammer, sko, þá stekkur kettingin út. Og ég sé bara í rassina á henni það svona hleypur eitthvað burtu, sko. Og inn í eitthvað hús. Það var alls konar svona einaðar húsnæði þarna, eða svona, skrifstofuhúsnæði. Það var hábjartan dag, sko. Þetta var á mánudegi eða þriðjudegi eða eitthvað svona 1-leytið, skiljum. Og hún hleypur bara burtu. Löggan kemur þarna eftir korter eða eitthvað. Koma löggur og ég segi þeim farið mínu ekki slétta þar. Og ég sé hérna með allsbera konu sem ég er búin að stinga mig af og svona. Og
og þeir fara að leita að henni, ganga að hús úr húsi og svona og finna hana hvergi og það er enginn sem segist hafa séð hana neins staðar, sko. Og þeir segja mér bara að þeir geta ekkert gert meira og svo fara þeir og ég er náttúrulega leiður því að bíllinn er komin í 10.000 krónur og ég er búinn að vera í 5 klukkutíma að þvælast með þetta fólk, sko, þessi allsbyrju konu og hennar mann og sem eru svona eldhress, sko, sem eru svona dundurhress, sko. Síðan er ég bara að fara, þá kemur snyrtilegur maður, hlaupandi og segir við mig, ert þú að keyra þetta, varst þú að keyra þetta fólk hérna? Já, segi ég, já, hvað er mælirinn komin hjá þér, segir hann. Ég segi, komin í 9.000. Já, ef ég læti þið fá 10.000 kall, skuttlar þeim þá ekki heim, segir hann. Ekkert mál, segi ég, og hérna, hann læti mig fá 10.000 kall. Og þau koma, hún bæra þessu með eitthvað teppi utan sig, sko, og hendir teppinu bara á götuna, sko, bara glaðbeitt og hress, sko, og komin í bíl. Þá voru þau komin í góðan feeling, sko, við erum búin að fá pening einhvers staðar og svona og í stuði, sko, og alltaf verið í bæinn, sko, kaupa föt á hana, hélt ég, sko, en sem sagt, þau vilja sem sagt fara í bæinn, ekki heim, segja, ertu ekki til í að koma við í bænum fyrst og skuttla okkur svo heim, en þá var ég orðinn svolítið sjóaður, sko, þá sagði ég nei, nei, annarkvort keyri ég ykkur í bæ eða heim, ég fer ekki að rúnda með ykkur eitthvað meira, sko, allt í lagi, segir hann, skuttla okkur í bæ. Og hérna þau vilja fara niður á Borgarbílastöð sem þetta gengt Lækjartorginu og fara á planið þar og þar stígur hún út og þetta var vetur, sko, þetta var svona í október, sko, og hérna eða nóvember eða eitthvað þaðan að vera, sko, og hábjartan dag á þriðjudegi. Já, búin að segja það. Þar stígur konan út úr bílnum, sko, á rassinum, sko, með rassaling bara til loftið, sko, berfætt og þau bara þökkuðu kærlega fyrir sig og báðu með afsökun á þessum misskilningi og fóru út niður í bæ, var það á Laugaveginum? Nei, á Laugaveginum, þetta var Borgarbílastöðinni ég skil í Lækjargötunni og þar fóru þau bara og svo snér hún sér við og með veiðaði svona til mín, sko, í þakklætiskyni hún var ekki í nærbuxum. Hefurðu séð þessa konu síðan? Nei, í fötum? ég hef ekki hitt hana eftir þetta, sko. En hún er örugglega í stuði, sko. Svona lendi maður, sko, þetta er nú bara brot af því, Sigurjón, sem að ég lendi í, sko, mínu ári sem leigubílstjóri, sko. Örugglega eftir að rifja upp. Ég get nú sagt þér frá þegar var einhvern að nauðga mér og já, einmitt. Við skulum bara geyma það fyrir næstu þætti.